Næstur hér upp Einar Jónsson, sviðsstjóri stefnumótunar og þróunar hjá Skipulagsstofnun. Og yfirskrift erindis hans ákvarðanir raforkuflutningskerfið frá sjónarhóli skipulags- og umhverfismats. Einar, ekki svo vel. Það svo. Jú, gott fólk. Eins og kom hér fram þá kem ég hér í staðinn fyrir hennar Ásdís Lökk Pétursdóttur sem gat ekki komið. En ég ætla nú samt að reyna að bera ábyrgð á einu orðum hérna, þannig hérna. En það sem ég ætla að tala stuttu máli hvernig skipulagsyfirvöld koma að ákvörðunum raforkuflutningskerfi bæði gegnum skipulagsáætlanir og umhverfismat. Ég ætla fyrst og fremst að draga fram samspil ákvarðana sem teknar hjá ríkisvaldinu annars vegar, sveitarfélögunum hins vegar og svo aðkomu almennings að þessum ákvarðunum eða ákvarðanatöku. Ég ætla auðlítið að tala fyrirkomulagið í orkuframleiðslunni, auðlítið til samanburðar, en þetta margt hliðstætt með þessu en líka margt ólíkt. Allu jöfnu eru ákvarðanir orkuflutningsmannvirki stórar skipulagsákvarðanir. Þetta eru sem almennt svona varða margs konar hagsmuni, það er ólík stjórnvöld sem koma að ákvarðanatökunni og þetta er svona, þó að markmiðið tryggja okkur ákveðin gæði í okkur sem samfélag, þá eru þetta margs konar spurningar eða álitaefni sem koma upp og sem þarf að taka með í reikningin, eins og komum fram, viljum við hérna leggja raforkuna í jörð, viljum fara í hálendið, hvaða möguleika höfum við fyrir, eins og Guðmundur nefndi hérna áðan, hámarkslengd jarðstrengja, og þetta er margs konar spurningar sem við þurfum að spyrja okkur. Og svo vindorkan sem er svona nýtt viðfangsefni. En þetta við skulum alveg hafa þá á hreinu, þetta er bara komið fram hér í morgun, þetta eru flókið regluverk og þetta er flókið ákvörðunartökuferli. Ég held að við reyndar komumst aldrei ekki svo glatt frá því, þetta varða marga hagsmuni og við erum búin að smíða í kringum þetta ákveðið regluverk og við kannski komumst aldrei alveg frá því að það var einfalt eins og ráðherrann talaði hérna í morgun að hafa, ég man ekki hver það var, eða Guðni líklega, að einhverja svona skemmniskýrn, það er alveg möguleiki, en þetta við búum í lýðræðu samfélagi, við höfum útbúið okkur flókin kerfi til þess að taka þess ákvarðanir. Og ég held að það er svona mitt upplegg og ef þessar ákvarðanir eiga að vera vel ígrundaðar, upplýstar og sátt þær, það er svolítið mikilvægt í öllu jöfnu. Ég ætla lítið að tala stefnu stjórnvalda skipulagsmál á landsvísu sem eru sett fram í landsskipulagsstefnu sem var samþykkt á Alþingi fyrir 2 árum síðan tæplega og þar er fyrsta lagi stefna skipulagsmál á miðhálendi Íslands, dreifbýli, búsettumynstur sem er svona faktist þéttbýlið, skipulag hafa strandsvæða. Það er meginskilaboðin í landsskipulagsstefnu orkuflutning og orkumannvirki, orkuframleiðslumannvirki. Það er fyrsta lagi á hálendinu að taka mið af víðernum hálendisins og náttúrugæðum við framkvæmdir og mælst til þess að beina þeim á jaðar hálendisins eða þar sem ekki skerði þessi víðerni. Í
dreifbýlinu sem náttúrulega í tilfelli orkuflutnings og líka orkuframleiðslunnar eru margs konar áskoranir og því beint til sveitarfélagana að þau gefi kost á og skoði kosti og nýta orkulindir í dreifbýli. Kemur að því aðeins seinna, það er þó svolítið mikið að gerast þar, litlar virkjanir og líka að skipulagsgerðin hún stuðli að afhendingaröryggi orku. Þetta er svona þessi leiðarstef sem ég dró hér fram. Heyriði alveg í mér. Ég lítið raforkuframleiðsluna og það hvernig tökum við ákvörðun í skipulagi raforkuframleiðslu. Það ég get alveg sagt, Guðni náttúrulega rækti þetta svolítið vel hérna í morgun, og ég ætla bara að vona hann leiðrétti mig ef ég farin vitleysu. Við erum stórframleiðendur af raforku með við höfðatölu og mér sýnist svona að það sé það bil 3000 megawatt uppsett afl sem við erum með þegar og til viðbótar einhver 1400 megawatt í nýtingar, uppsett afl í nýtingarflokki rammaáætlunar og þá tek ég líka inn á breytingu á rammaáætlun eða endurskoðun sem núna í farvatninu. Og þessu til viðbótar eru fjölmargir kostir í biðflokki sem vantarlega einhverjir af þeim fara í nýtingarflokk. Og þetta segir mér bara að það er bara heilmikið í pípunum. Þarna er ekki vöntun á ákvarðanatöku. Það er bara hellingur til. Og þessu til viðbótar eru fjölmargar smávirkjanir sem eru í undirbúningi og koma ekki inn í rammaáætlun. Og ég held að ég muni það rétt að þessi inn á borði okkar núna sem eru minni en 10 megawatt. Ég man eftir einhverjum 5 eða 6 slíkum virkjunum sem eru núna bara á okkar borði og sem samanlagt eru 30 megawatt í uppsett afli. Þannig að þið sjáu þetta margt að gerast. Heilmikið úr að móða. En ákvarðanir allar virkjanir sem eru 10 megawatt eða stærri farið gegnum rammaáætlun og sem Alþingi staðfestir og samþykkir. Og í skipulagsgerð sveitarfélaga sveitarfélagin þau þurfa að taka þessar áætlanir, þess að sé virkjanakostur í nýtingarflokki þá fyrir það síðar fer hann inn í aðskipulag viðkomandi sveitarfélags. Þau hafa svona ákveðin umþóttunartíma en svona meginreglun er þetta. Og þetta er það sem svona pólitíska umhverfi hefur samþykkt. Hér var tíðrætt orkustefnu í morgun. Ég held að hún svona til viðbótar við þessa mynd, hún geti fylgt inn í það sem við okkur vantar. Og Guðni segir að við höfum ekki skoðun að því hver kaupir orkuna. Ég veit ekki alveg hvort það alveg stendst hjá honum, en við hljótum að hafa skoðun að því hvort við erum að flytja raforku til Evrópu eða hvað. Það er samfélag, ég trúi ekki öðru, en það er svona mín prívat skoðun. En aðeins umhverfismat, því þetta er svona, menn tala svolítið oft neikvætt umhverfismat. Þetta sé svona íþyngjandi og þungt ferli. Vissulega, þetta getur verið það, en hérna ég held að þetta hefur marga kosti líka. Og við getum alveg hugsað það að umhverfismat það er misnákvæmt eftir í ákvaða stigi, hvað ákvarðanir að taka. Nefnist rammaáætlun eða kerfisáætlun, hún fyrir gegnum umhverfismat áætlana sem er tiltölulega grunnt og almennt
og ætluð til þess að hjálpa til við að móta þessa stefnu. En svo aftur móti í framkvæmdamati, til dæmis fyrir línuleiða þvíunni, þetta auðvitað mun þyngra og nákvæmara. Og þetta umhverfismati hefur líka þann kost, þetta sem Guðmundur að nefna, þáttaka almennings. Mjög mikilvæg þáttur í þessu, að fólk, almenningur, hagsmunaaðilar fái aðkomu að ferlinu strax og reynslan sýnir, allavega erlendis víða, að þetta gott tækifæri fyrir framkvæmdaaðila að kynna sín áform. Fá spurningarnar, svarað, kynna og það til þess að fá ekki þessi viðbrögði endan á ferlinu. Það svolítið mikilvægt. Svona öllu jöfnum. En það já, aftur beint í efni fundarins. Það ég held þegar kemur að ákvörðunum raforkuflutningskerfið, skipulag, þá erum við með eða vorum, sérstaklega, það mjög batnað mikið, frekar ómótað og óþróað, lítt þróað kerfi. Ólíkt við orkuframleiðsluna. Sem dæmi það er ekki mörg ár síðan að kerfisáætlun Landsnets var bara nokkurs konar innanhús eða starfsáætlun fyrirtækisins Landsnets. Og var ekki umhverfismat eða því líkt. 2013 breyttist það voru ráðherra úrskurðaði að hún skuli háð mati og margt hefur breyst síðan, mjög margt, og svo kom 2015 og svo kom þessi breytingar á raforkulögum í kjölfarið sem gefur kerfisáætlun hennar status svipað eins og rammaáætlun. Sveitarfélögin skulu taka kerfisáætlun upp í síni áætlunum, skipulagsáætlunum, svipað eins og rammaáætlun. Og þó með þessum umþóttum tíma. Þetta auðvitað mjög myndi segja stóra breytingar á þessu kerfi. Samt sem áður hafa þessir lýðræðiskjörnu fulltrúar sem eru margir í salnum, þeir hafa ekki aðkomu að kerfisáætlun. Og því var 2015 komið breytt og kemur þessi nýja stefna stjórnvalda uppbyggingu raforkuflutningskerfisins sem held ég var hið besta mál. En það eru auðvitað margar grundvallarspurningar sem verður að fást við í tengslu við raforkuflutningskerfið og sem að lúta ákvarðanatöku sem að ég held að kjörnir fulltrúar á Alþingi þurfa að svara. Það snýr að Vestfjörðum, til dæmis, hvernig á að styrkja flutningskerfið þangað. Þetta snýr að viðmiðum hvenær við setjum jarðstrengi sem eru takmörkuð gæði, virðist vera, og fleira. Ég held að þetta sé mikil bót að fá þessa stefnu. En það þó að margt sé líkt með raforkuflutningskerfinu og raforkuframleiðslunni, þá ég því samt að koma einu. Það sem alveg ólíkt. Og það að við höfum með eitt framkvæmdaraðila sem hefur með höndum alla framkvæmdir í meginflutningskerfinu. Og ég vona að þetta enginn taki orð mín illa, en við þurfum þess vegna sérstaklega að vanda okkur alveg gríðarlega vel, og ég sé það bara á þessu kynningu sem var áðan, að Landsneti að gera það. En það ríður svo mikið á, og sagan sýnir það, að það skiptir miklu máli að vanda undirbúning, greiningar, þannig að skapi sátt framkvæmdir og áætlanagerð. Og ég held að svona aðkoma almennings, hún hafi bætt þetta ferli. Hún hafi bætt og
þrátt fyrir menn séu þreyttir einhverjum kærum og kæruferli, þá þegar upp er staðið þá bætir ferlið. Og ég sé mikla framþróun í verklagi og nálgun hjá Landsneti og bara kynningin hérna áðan ber vott það. Aðeins kannski svo á lokum ætla ég að vera með nokkra punkta og það sem ég kom að í upphafi með þessa ákvörðunartökuferli okkar sem við þurfum alltaf að vera að endurskoða held ég. Skoða og regluverkið okkar, hvernig við getum bætt og lagað. En ég held að sko við þurfum að bara gera okkur grein fyrir því stórar framkvæmdir, þær þurfa langan undirbúningstíma. Og við þurfum samt að passa upp á að allt sé skilvirkt og virki vel hjá okkur. Og það auðvitað óásættanlegt að stórar framkvæmdir í innviðaframkvæmdir séu á floti og náist ekki niðurstaða svo árum skiptir. Það auðvitað algjörlega óásættanlegt. En ég held að við þurfum að svona, og auðvitað þurfum þá að breyta einhverju ef það gerist. En við þurfum líka að standa svona traustum fótum svona í stefnumótun og ég held að þurfum að koma alveg skýrt frá kjörnum fulltrúum, til dæmis hvenær hagsmunir orkuflutnings eiga að fara ganga framar öðrum hagsmunum eða rekast á. Þá er ég tala ferðaþjónustu, náttúruvernd og einstaka Þetta ákvarðanir sem að einstök sveitarfélög eða kerfisáætlun eða Landsnet á mjög erfitt með að taka. Og þetta þurfum held ég bara að koma mjög skýr skilaboð eða viðmið um þetta. Takk fyrir.